Nýjar mjólkurumbúðir, nýjir bílar og poppsýning meðal þess sem við ætlum að taka upp úr gullkistu sjónvarpsins og sýna ykkur í kvöld. Það þótti tíðundum sæt árið 1972 þegar Akureyringar tóku í notkun nýja tegund mjólkurumbúða, en fyrir þann tíma höfðu mjólk og rjómi verið seld á brúnum mjólkurflöskum. Þar með var síðasta vígið fallið, því ekki var vitað til þess að mjólk væri nú nokkuð staðar seld á flöskum á landinu. Mikill bílaáhugi var hér á landi árið 1973 sem endranær. Til sýnis voru 1200 nýjir og glæsilegir bílar af 30 gerðum. Öll bifreiðaumboðin hér á landi tóku þátt í sýningunni og kynntu nýjustu gerðir bíla sem fáanlegar voru hér á landi. Þá voru einnig fluttir inn sérstaklega fyrir sýninguna nokkrar sjaldséðar bifreiðar. Fyrstu 3 mánuði ársins 1973 voru fluttir inn 1068 bílar, en til samanburðar voru þeir aðeins 618 fyrstu 3 mánuði ársins 2009, enda kreppa í íslensku efnahagslífi. Hermikrákan Margrét sló í gegn í einu gróðurhúsanna í Hveragerði 1970. Það eru hreint ekki margir fuglar sem geta sagt nafni sitt eins og Margrét. Þessi fuglategund heitir mænabörn og kolsvört kráka með skærgult nef. Hvað heitirðu? Margrét. Halló. Margrét. Margrét kom hingað frá Danmörku fyrir rúmu ári og uppáhaldssetningin hennar þá var "Jeg har det gott". Hún nú orðin tæplega 2 ára, búin að gleyma dönskunni mestu leyti en alltaf að læra fleiri og fleiri íslensk orð. Margrét, halló. Halló. Hvað heitir þú? Halló. Nei, hvað heitir þú? Margrét. Halló. Há. Hvað segirðu gott? Há. Halló. Margrét. Haustið 1970 hófust framkvæmdir við að steypa Ártúnsbrekkuna. Þetta var 620 metra langur kafli, en vegurinn var 4 akreinar, 2 í hvora átt og náði niður að Elliðárbrúm. Með þessu var lokið framkvæmdum á austasta kafla Miklubrautarinnar, sem var aðal umferðaræðin frá Reykjavíkurborg til suður, vestur og norðurlands. Glæsileg alþjóðleg vörusýning var haldin hér á landi árið 1971. Ég vil að þú komir, ég vil þú komir hérna og hittir mér. Ég vil að þú sjáir, ég vil þú sjáir hvers virði það að vera. Mikil aðsókn var að sýningunni og hafði risastórt tjald verið reist við hlið Laugardalshallarinnar. Það var Lúðvík Jósefsson, sjávarútvegsráðherra, sem opnaði sýninguna. Mikla athygli vakti sérstök poppsýning fyrir unga fólkið, þar sem varningur og þjónusta fyrir yngri kynslóðina var kynnt á ýmsan hátt. Þá kemur hver og sér að það eldur hér. Við skulum ljúka þessari fréttasyrpu á glerugum sem sterkar líkur bentu til að sálmaskáldið mikla Hallgrímur Pétursson hefði átt. Glerugun voru með upphafsstöðum skáldsins og ártalinu 1669, en Hallgrímur lést árið 1674. En þessar fréttamyndir eru frá árinu 1970.